from the conference center in Frá ráðstefnuhöllinni í Salt Lake City, Utah. Þetta síðdegisluti laugardags 197. fyrri aðalráðstefnu kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilugu. Ræðumenn eru valdir úr hópi leiðtoga kirkjunar. Tónlist þessa hluta í umsjá Saminaz Kórs frá Brigham Young Háskóla, Idaho. Útsendingu þessa annast Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Hana má nota til einkanota og ekki hagnaðarskyni á heimilum, í fjölskyldum eða í kirkju. Öldungur Ronald A. Rasband í 12 postulasveitinni mun stjórna þessum hluta. Brothers and sisters, Bræður og systur, við bjóðum ykkur velkomin á síðdegisluta laugardags 197. fyrri aðalráðstefnu kirkju Jesú Krist sína síðari daga heilugu. Dallin H. Oaks, forseti sem í forsæti ráðstefnunar, hefur beðið mig að stjórna þessum ráðstefnu hluta. Við bjóðum alla viðstadda hjartanlega velkomna, sem og þau sem fylgjast með í sjónvarpi, útvarpi eða á alnetinu. Tónlist þessa hluta umsjá Saminaz Kórs frá Brigham Young Háskóla undir stjórn Tina Coates, Eda Asby, Paul Busselberg og Randall Kempton við orgelleik Linda Margetts og Joseph Peoples. Kórinn mun hefja samkomuna á því að syngja Press Forward Saints. Inngangsbæn flytur síðan öldungur Scott D. Whiting af hinum 70.
Our dear Heavenly Father, we humbly bow our heads before Thee at the commencement of this Saturday. Á þessu laugardags síðdegisluta biðjum tækifæri til að taka þátt. Þessu heilögu samsöfnun, þar sem við höfum tækifæri, Dalinn Hauks forseti, sjáandi og opinberari, fyrir þessu æðsta ráði og hinum 12 apostolum. Merkjum að þú elskir okkur til að leiða okkur, leiðbeina okkur. Faðir, við erum þakklát fyrir forsonais og þann beiska bikar sem hann drakk. Hjálpa okkur að vera sönn, fylgja vilja þínum. Heilaga anda sem ber vitni í hjarta okkar. Fórn hans og kirkja hans hafi verið endurreist hér á jörðu. Biðjum að blessa alla þá sem kenna okkur í dag. Andar og hugar verða hreinsaðir og róaðir. Við elskum þig, Faðir. Við felum allt í þínar hendur og þetta segjum við í nafni Jesú Krists. Amen. D. Todd Kristofferson forseti, annar ráðgjafi í æðsta forsætisráðinu, mun nú kynna aðalvaldhafa 70, aðalembættismenn og svæðishafa 70 í kirkjunni til stuðnings og eftir það mun bróðir Jared B. Larson lesa endurskoðunarskýrslu kirkjunnar fyrir árið 2025. Bræður og systur, til viðbótar við stuðning hins nýja æðsta forsætisráðs og meðlima 12 apostula sveitarinnar á hátíðarsamkomunni sem framfór í morgun hefur Óks forseti beðið mig að kynna nú aðra aðalvaldhafa, svæðishafa 70 og aðalembættismenn kirkju Jesú Krist sinna síðar í daga heilugu og biðja stuðning ykkar. Við biðjum ykkur vinsamlega að sýna stuðning ykkar á hefðbundin hátt. Ef einhverjir á móti einhverju því sem hér verður lagt fram, biðjum við þau að hafa samband við stiku forseta sinn. Eftirfarandi aðalvaldhafar 70 verða leystir frá verkefnum sínum og þeim veitt heiðurstaða sem tekur gildi 1. ágúst 2026. Öldungar Craig C. Christensen, Eduardo Gavaret, Brooke P. Hales, William K. Jackson, Erik Tvöfotov Kobiske, Peter F. Meurs, S. Mark Palmer, sem einnig verða leystur af sem meðlimur í forsætisráði hinna 70. Þau sem vilja sýna þessum bræðrum og eiginkonum þeirra og fjölskyldum þakklæti fyrir áralanga digga þjónustu hvarvetna í kirkjunni mega sýna það með handauppréttingu. Af þakklæti vekjum við líka athygli á öðrum 73 svæðishöfum 70 sem nú ljúka þjónustu sinni og nöfn þeirra má finna á vefsíðu kirkjunnar. Þau sem vilja sýna þessum bræðrum og fjölskyldu þeirra þakklæti fyrir áralanga óeigingjarna þjónustu mega sýna það. Með einlægu þakklæti leysum við líka af aðal forsætisráð barnafélagsins frá og með 1. ágúst 2026 sem hér segir Susan H. Porter sem forseta, Amy A. Wright sem fyrsta ráðgjafa og Tracy E. Browning sem annan ráðgjafa. Öll sem vilja tjá þessum systrum og fjölskyldu þeirra þakkir fyrir digga þjónustu mega sýna það. Öldungur Benjamin hefur verið kallað til að þjóna sem meðlimur í forsætisráði hinna 70 frá og með 1. ágúst. Þau sem eru því samþykk sýni það. Sé ykkur á móti sýni þau það.
Þessi beiðst að við styðjum eftirtalda sem nýja aðalvaldhafa 70, öldunga Christian C. Matthew J. Eyring, Hutch U. Feile, James O. Fontone, Kevin J. Hathaway, Abo Labetwa, Jeremiah J. Morgan, Paul H. Sinclair. Öll sem samþykja það sýni það. Sé einhver á móti sýni þau það. Við vekjum athygli á því að 91 nýr svæðishafi 70 var studdur á leiðtogafundi aðalráðstefnunar 5. 3. apríl sem síðan var tilkynnt á vefsíðu kirkjunar. Við bjóðum ykkur að styðja þessa bræður í nýjum verkefni þeirra. Þau sem eru því samþykk sýni það. Sé einhver á móti sýni þau það. Þessi beiðst að við styðjum sem nýtt aðalforsætisráð barnafélagsins sem líka tekur gildi 1. ágúst 2026. Rosemary K. Chibolta sem forseta, Nina M. Garfield sem fyrsta ráðgjafa og Teresa A. Collins sem annan ráðgjafa. Þau sem eru því samþykk sýni það. Sé einhver á móti sýni þau það. Þessi beiðst að við styðjum aðra aðalvaldhafa, svæðishafa 70 og aðalembættismenn eins og skipa þeirra er nú. Öll sem eru því samþykk sýni það með uppréttri hönd. Sé einhver á móti sýni þau það. Bræður og systur, við þökkum ykkur aftur fyrir stuðningi ykkar í þágu leiðtoga kirkjunar. Við bjóðum hinum nýju aðalvaldhöfum og aðalembættismönnum að fá sér sæti á pallinum. As announced, Brother Jared B. Tilkynnt hefur verið mun bróðir Jared B. Larson, framkvæmdastjóri endurskoðunardeilda kirkjunar, lesa skýrslu deildarinnar fyrir árið 2025. Til æðsta forsætisráðs kirkju Jesú Kristi síðir daga heilugu. Kæru bræður, eins og mælst er fyrir samkvæmt opinberun skráðri í kafla 120 í kenningu og sáttmálum, þá ákvarðar umráðanefnd tíundar sem skipuð er æðsta forsætisráðinu, 12 postularsveitinni og yfirbiskupsráðinu, útgjaldaheimildir kirkjusjóða. Einingar kirkjuna nýta sjóði samkvæmt samþykktu fjárhagsáætlunum í samræmi við reglur og starfsaðferðir. Endurskoðunardeildin sem samastendur að viðurkenndum almennum bókurum og er óháð öllum öðrum deildur kirkjunar hefur það ábyrgð að framkvæma endurskoðun til að tryggja eðlilega fullvissu varðandi móttekki framlög, útgjöld og varðveislu eigna kirkjunar. Grundvalla á framkvæmdri endurskoðun er endurskoðun til kirkjunar og þeirra skoðunar að í öllu efnahagslegu tilliti hafa meðferð alla framlaga útgjalda á eigna kirkjuna fyrir árið 2025 verið stýrt og skráð í samræmi við samþykktar fjárhagsáætlanir, reglur og starfsaðferðir kirkjunar. Kirkjan framfylgir þeim reglum sem hún kennir þegnum sínum að eyða ekki efni fram, forðast skuldir og leggja pening fyrir til mögru árana. Lagt fram með virðingu endurskoðunardeild kirkjunar, Jared B. Larson, framkvæmdastjóri. Nú syngja
Við heiðrum Jesú heilagt nafn. Að söngloknum hlýðum við á öldung Gary E. Stevenson í 12 postularsveitinni. Að honum loknum hlýðum við á öldunga Eduardo F. Ortega og Van Liang Wu af hinnum 70. Bróðir David J. Wonderly, fyrsti ráðgjafi í aðalforstisráði piltafélagsins, mun síðan tala til okkar. Hafið þið einhver tíma staðið við tómt farangursfærisband á flugvellinum þar sem það ringsólar endalaust og velti fyrir ykkur hvort taskan ykkar hafi einhvern veginn verið send til Kathmandu? Hefur ykkur einhver tíma verið sagt að síðasta þekkta staðsetningin á innréttri tösku ykkar var einhver staðar á milli, hún birtist örugglega einhver staðar og þið ættuð að hafa í huga að kaupa allt nýtt? Hafið þið einhver tíma verið ásótt af ferðartösku sem í voru nauðsynlegir hlutir? Ef svo getið þið skilaboð vakið áhuga ykkar. Í dag mun ég tala týndan farangur. Áætlað að 33 milljónir taska hafi týnst á flugvöllum á síðasta ári. Þrátt fyrir að þetta gerist aðeins fyrir lítinn hluta ferðamanna tilhugsunin að missa mikilvægar eigur alhliða áhyggjuefni sama hversu sjaldgæft þetta Nýlega þegar ég var að ferðast vegna helgarverkefnis
Áttaði ég mig á því að handfarangurum minn myndi ekki passa í farangurshólfið. Ég þarnaðist þessara tösku. Í henni var mikilvægt og nauðsynlegt efni. Næstum áður en ég hafði tækifæri til að bregðast við, tók flugþjónn töskuna mína, vafði merkimiðin handfangið, rétti með farangurskröfu miða og þeytti dýrmætum eigum mínum burtu. Meðan á fluginu stóð upplifði ég kvíðatilfinningu. Ég vonaði að einhver væri að passa upp á töskuna og innihald hennar. Ég vonaði að hún myndi ekki gleymast, vera vanrækt eða glatast. Ég hélt fast í gröfu meðan minni vonum að árangursríka endurfundi. Sagan mín hafði góðan endi. Ég og taskan mín voru gleðilega sameinuð aftur, en þessi reynsla fékk mig til að hugsa. Þið gætuð hafa heyrt frásagnar og Osaka, Japan heimsmet alþjóðaflugvallarins í Kansai. Nokkuð næstum ótrúlegt. Eftir 30 ára rekstur og vinslu 100 milljóna farmeininga handfarangurs og ferðaska hefur þessi flugvöllur ekki týnt einu farangurstykki. Ekki einu einasta stykki. Hvernig slíkt hægt? Tsuyoshi Habuta, yfirmaður farangursins flugvallarins, trúir að það ætti aldrei að þurfa að týna neinu farangri vegna þess að farangur dýrmætur fyrir farþegana. Þetta viðhorf gegnumsýrir allt starfslið hans. Hann segir að velgengni flugvallarins sé allt hluti að skuldbindingu nákvæmni og athygli í smáatriðum. Japanska þjóðin hefur þróað sér orðspor fyrir slíka athygli á smáatriðum. Þeir hafa meginreglu Kaizen sem nær utanum hugarfar þess að leita stöðugt að og innleiða minniháttar endurbætur. Þessi framkvæmd krefst hljóðláts aga við að leita alltaf lítilla leiða til að gera ferla betri. Þeir eru stoltir af þeirri staðreynd að þessar framfari koma næstum alltaf frá þeim sem vinna daglegu störfin. Í gegnum árin hefur starfsfólk Kansai flugvallar þróað ferli sem gerir markmiðið að týna ekki farangri farþega að veruleika. Þeir þjálfa starfsmenn að fullkomni nákvæmni og tryggja stöðugt að hver taska sé talin, rakin og hugsa sér vel hana. Þeir gera nákvæmar og margar handvirkar athuganir sem bæta háþróa sjálfvirkkerfi. Viðkvæmir hlutir eins og hljóðfæri eru oft afhentir farþegum persónulega. Starfsmenn gera litla hluti eins og að setja töskur á færiböndi með handtöngin snúandi út á við til að auðvelda farþegum að ná í þær. Þegar þið afhendi farangurinn ykkur á Kansai-flugvelli fáið þið þá tilfinningu að þeir sé að segja við ykkur. Við höfum dýrmætar eigur þínar. Við berum ábyrgð á þeim núna. Við byrjum skila þeim aftur til ykkar. Þegar ég hugleiði þessa reynslu fer ég að hugsa augnablik traust sem mun helgara en að einskrá tösku. Á lotningafullan hátt velti ég fyrir mér hvernig það fyrir kærleiksríkan föður að senda dýrmætustu eigur sínar, börn sín, burt frá himneskum heimkennum sínum, vitandi að þau verða að takast á við áskoranir jarðlífsins. Ég býst við að hinn mikla huggun hans sé svo að vita að þau ferðast ekki einsömmul. Foreldrar, fjölskylda, leiðtogar, vinir, þjónandi bræður og systur, þið og ég, þjónum sem ráðsmenn hans dýrmætustu eigna. Hve elsku og dýrmætt börn hans eru honum. Hve elskaður og blessaður eru þeir sem annast og nær aðra. Tilfinningin þó auðskýnaleg að treysta öðrum fyrir því sem dýrmætt og þar á örugga endurkomu þess. Þetta vekur upp minningar kunnuglegar aðstæður, móðir, faðir við gangstéttabrúni eða pall, að kveðja nemanda sinn, hermann eða trúboða. Margra ára kennsla, undirbúningur og bænir ná hámerki þegar þau treysta öðrum fyrir dýrmætum eigum sínum, treysta samviskusömmum ráðsmönnum til að annast son sinn og dóttur. Meðan á ferðalagi þeirra stendur, þar til þau ná aftur saman. Á mun helgari hátt merkir himneskur faður okkar sér líka, ekki sem merkimiða á handfangi heldur sem guðlega sannleika ritaðan á hjarta. Þið eru mínir, ég þekki ykkur, þið eru ekki einsömmul, ég hef ekki gleymt ykkur, ég ætla að koma ykkur heim.
Þetta meiri skipulagning, þetta endurlaust. Mér langar að benda á 2 tilvik þar sem ég tel að Drottinn yrði innilega ánægður með þá sem efla hlutverk sitt sem umhyggjusamir og meðvitaðir umönnunar aðilar dýrmæts farms hans, barna hans. Í fyrsta lagi það hlutverk okkar sem útlitaðir hirðisþjónandi bræður og systur. Vitið að þið eru fulltrúar Drottins. Ritningarlega samstillt í þjónustu við þá sem teljast meðal þeirra sem tilheyra kirkju Jesú Krists. En nöfn þeirra hafa verið skráð svo eftir þeim sem muna og þeir séu nærðir hinu góða orði Guðs til að halda þeim á réttir braut. Okkur ber að vaka yfir kirkjumeðlimum, vera með þeim og styrkja þá. Mesti árangur í trúboðsstarfi hlýst með því að breyta eðlilega og blátt áfram. Það sama á við hirðisþjónustuna. Ég býð ykkur að huglega hvernig þið geti gert það. Greinið þarfir og veiti kristilegan kærleika, umhyggju, hirðis og þjónustu. Bjóðið fram hjálp og huggun á tímum andlegar eða stundlegar næðsunar. Leitið leiðsagnar andans í bænarhug. Hjálpið þeim að búa sig undir að gera og halda helga sáttmála við Guð eftir meðtaka helgiathafnir. Lítið á hirðisþjónaverkefni ykkar sem kristilega umhyggju gagnvart dýrmætustu eigum Drottins sem hann getur gert tilkall til og endurlausn í lok jarðneskra ferðaherra. Ég býð ykkur að framkvæma lítil kærleiksverk og umhyggju í hirðisþjónustu ykkar, verða betri þjónar Jesú Krists. Annað hið altaka hlutverk að styrkja og næra hina upprennandi kynslóð að ala upp börn í ljósi og sannleika. Á þeim örðugu tímum sem við lifum á þarf hinn upprennandi kynslóð vörn og athvarf frá storminum. Við getum lagt okkar á mörkum með því að fjárfesta í tíma og kennslu. Það engin meiri þörf eða meiri ávöxtun á þeirri fjárfestingu en þegar hún gerð með börnum í barnafélaginu, piltum, stúlku og ungu fullorðnu fólki. Dieter F. Uchtdorf forseti hefur lofað þegar við gerum okkar hlut við að kenna, næra og treysta síðan á Guð til að framkama kraftaverk hans verður fallegri, meira töfrandi og gleðilegri en nokkuð sem þið getur komið til leiðar á sjálfstæðum. Hvernig gerum við það? Með því að hvetja, kenna og styðja unga fólkið okkar til að taka á móti hinu heilaga nafni Jesú Krists í hjarta sér og huga, að taka upp kross Krists og að ganga í heilagleika sem lærisveinar hans og sendibúar. Við kennum þetta svo að börn okkar viti til hvaða uppsprettu þau mega leita til fyrirgefningar synda sinna. Innblásum þau til að vinna einlaglega og stöðugt á andlegu vinnu sem nauðsynleg til að þroska með sér þá afdrifaríku andlegu færni að heyra hvísl heilags anda sem veiti þeim alla þá lauðsegt sem þau þurfa nokkur tíma á að halda í lífi sínu. Þessar dýrmætu sálir eru ómetanlegar verur og þeirra örlegar að ganga í gegnum eilíðina í sölum himneskrar dýrðar. Kenni þeim að þekkja, elska og líka eftir frelsara sínum Jesú Kristi. Hann styrkur ungmenna. Þau munu bregðast við. Ólíkt farangrunum þá hvert okkar endanlega ábyrgt fyrir ákvörðunum okkar, trú og gjörðum með aðstoð himneskra og jarneskra þjónandi engla. Sem þjónar og lærisveinar Jesú Krists rísum við því af aukinni einurð til að liðsinna og annast þau sem við komumst í snertingu við. Þegar allt kemur til alls erum við öll ein fjölskylda. Við þörfumst öll hjálpar á leiðinni. Við erum öll með merkimiða sem merkir okkur sem barn kærleiksríks himnesks föður. Á þann merkimiða ritað andlegt loforð og heilög yfirlýsing sem vitnar. Þessi dýrmæta sál mikilsvirði og mun dag einn endurlist af handhafa sínum. Aldrei gleymast, vera vanrækt eða glatast. Ég fagna þeirri endurlausn og fagna þeim miklu forréttundum sem við njótum að fá að taka þátt í því verki. Allt til þessa dags við snúum örugg aftur til þess sem skapaði okkur og elskaði af fullkominni elsku. Það bæn mín að við eigum uppfella það ætlunarverk fyrir okkur sjálf og að kostgefni annast aðra
þeir leitast við að snúa aftur í himneskan faðm hans í nafni Jesú Krists. Amen. Sumir telja jafnvel að trú sé arfgeng. Að vera sannur lærisveinn hefst þó alltaf á persónulegri ákvörðun. Þegar ég kom til Bandaríkjanna á síðast ári var eitt af því sem hafði mest áhrif á mig að sjá andlegan styrk margra trúfastra heilara, margra kynslóða fjölskyldna fagnaðarerindisins, afkomanda brautryðjenda sem áframganga sáttmálsveginn. Það sem vekur hvað mestan innblástur að trúfesti þeirra ekki aðeins háð andlegri arfleið þeirra, heldur persónulegri ákvörðun þeirra að fylgja frelsaranum. Ættar arfleið okkar mikil blessun, en kemur ekki í staðinn fyrir kostgefni okkar í meðvitaðri leit að persónulegum vitnisburði Drottin Jesú Krist og sannleika hins endurreista fagnaðarerindis hans. Fjölskyldu arfleið okkar og hefðir eru ómetanleg hjálp, en í sjálfu sér nægja þær ekki fyrir okkur til að byggja á bjargi frelsar okkar. Drottinn kenndi þessa reglu hann sagði við Pétur: Sæll ert þú Símon Jónasson. Engi maður hefur opinberað þér þetta, heldur Faðir minn í himninum. Persónulegur vitnisburður kemur sem svar við einlægri og einbeittri leit okkar að því að vilja vita fyrir okkur sjálf og bregða síðan við hughrifum og þekkingu sem við hljótum. Þetta mynstur endurtekið í mörgum fjölskyldum trúfastra meðlima í kirkju Jesú Krists innan síðari daga heilugu víða heim. Fjölskylda mín engin undantekning. Amma mín Mercedes var brautryðjandi í fjölskyldu okkar. Hún gekk í kirkjuna í ágúst 1957 í Mendoza, Argentínu, 32 árum eftir að Suður-Ameríka var helguð boðun fagnaðarerindisins. Faðir minn, sem hér meðal okkar í dag, var aðeins 6 ára. Ég innilega þakklátur fyrir trú hennar og hugrekki við að fylgja fordæmi frelsarans. Jafnvel þótt aðstæður hennar væru ekki fullkomnar eða tilveldar. Ákvörðun hennar var henni ekki aðeins blessun, heldur líka mörgum okkar. Ég ólst upp á heimili þar sem við lifðum með virkum hætti samkvæmt kenningum frelsar okkar, Jesú Krists, og tókum þátt í öllum kirkjusamkomum og viðburðum. Það var samt ekki nóg. Ég þurfti að komast að því sjálfur. Það var ekki fyrr en ég þjónaði sem ungur trúboði í Kólumbíu að ég öðlaðist minn eigin persónulega og óyggjandi vitnisburð hann og fagnaðarerindi hans, jafnvel til að gjöra tilraun með orð hans, á sama tíma ég reyndi að bjóða og hjálpa öðrum að koma til Krists. Í áranna rás hef ég séð hönd Drottins og fagnaðarerindi hans vinna í mér til að fullkomna og fáa mig ég treysti á hann og reyndi að sækja fram staðfastlega. Nú ætla ég að ávarpa þá sem nýlega hafa gengið í kirkjuna. Við gleðjumst yfir þeirri ákvörðun ykkar að fylgja frelsaranum. Við viljum að þið upplifið að þið séu velkomin í þessa dásamlegu fjölskyldu sem bræður og systur og börn kærleiksríks heimnes föður. Sú staðreynd að þið eru hér vitnisburður loforðið að þið hafi náð hingað fyrir orð Krists og óbifanlega trú á hann og með því að treysta í einu öllu á verðleika hans sem máttinn hefur til að frelsa. Þegar mér verður hugsað til ykkar minnist ég ömmu minna Mercedes. Ykkur gæti fundist aðstæður ykkar hvorki fullkomnar né tilvaldar, alveg eins og þær voru það ekki fyrir hana. Það þó von í Kristi og hans endurreista fagnaðarerindi. Þið getið orðið fjölskyldum ykkar og afkomendum að því sem hún var fyrir okkur. Til viðbótar við þær breytingar sem þið getur þegar hafa upplifað í líf ykkar og hjarta, þá vegur framundan fyrir ykkur til að sækja fram
staðföst í Kristi, þið standist á sáttmársveginum. Með því að gera það, munið þið ef til vill upplifa það sama og ég. Stundum þarfnast ég þeirrar yfirsýnar sem tíminn gefur til að sjá fáaða og fullkomnandi hönd frelsara okkar, Jesú Krists, í lífi mínu og fjölskyldu minnar. Boðið að leita, að þekkja og gera og síðan standast á sáttmársveginum það sama fyrir okkur öll. Hvort sem fagnaðarerindi hefur verið í fjölskyldum okkar í kynslóðir eða ef við hlutum skírn í síðustu viku. Við tökum á móti honum sérstaklega þegar við leitumst að kostgæfni við og erum nærið þínu góða orði Guðs til að halda okkur á réttri braut og til þess að vera árvökul í bæn og treysta einvörðingu og verðleika Krists sem upphóf og fullnaði trú okkar. Spámaðurinn Nefi kendi: Þess vegna verði þér að sækja fram, staðfastir í Kristi, í fullkomnu vonaljósi og ást til Guðs og allra manna. Ef þér þess vegna sæki fram, endurnærðir af orði Krists og standi stöðugir allt til enda, sjá, þannig fórust föðurnum orð, þér munuð öðlast eilíft líf. Að verða lærisveinn Krists til æviloka ferli, samansafn margra lítilla, daglegra, persónulegra og andlegra atburða. Dalinn H. Oaks forseti kendi: Við þurfum að vera þolinmóð, jafnvel við okkur sjálf. Að sigrast á efa getur verið langt ferli, rétt eins og að byggja upp trú. Ferð lærisveinsins líkist ju ofta að klífa fjall. Stysta leiðin á toppinn ekki alltaf svo heppilegasta og oft ekki svo öruggasta heldur. Við verðum því að velja hinn staðfasta og örugga veg, jafnvel þótt hann sé stundum sá lengsti og mest krefjandi. Jesús Kristur og hið endurreista fagnaðarerindi hans mynda hinn örugga veg sem leiðir okkur á hinn sanna fjallstind. Ég ber vitni læknandi, fáandi og fullkomnandi kraft Jesú Krists. Ég veit að Jesús Kristur lifir, að hann reis upp á 3. degi og að tóma gröfin táknar sigur hans. Ég ber vitni að frelsarinn höfundur og fullnari trúar okkar. Í hinu helga nafni Jesú Krists. Amen. I was born into a non-Christian family. Ég fæddist í fjölskyldu sem var ekki kristin. Þegar ég var drengur fylgdi ég móður minni til kínverskra mustera til að tilbiðja með hinum ýmsu guði. Við komum sérstaka kökur sem fórnargjöf og brendum reykilsi til að biðja þær blessanir sem við þurftum. Ef okkur vantaði vinnu, þá spurðum við Guð auðæfa. Ef við þurftumst heilsu, þá spurðum við Guð lækningar. Ég elskaði að fara með móður minni, því þegar helgiseginum lauk fékk ég að borða alla þessar ljúffengu kökur. Engu síður gerðist kraftaverkið mikla þegar ég var 10 ára og við fluttum til Bólivíu. Ég hitti trúboðana. Þeir kenndu mér Guð sem ég hefði aldrei heyrt áður. Þeir kenndu mér að hann væri lifandi Guð, með dýrlegan líkama holdi úr beinum, að hann væri faðir minn á himnum, hann elskaði mig og ég væri bókstaflega barn hans. Hann sendi Jesú Krist til jarðar til að hjálpa mér að snúa aftur í návist hans og öðlast eilíft líf. Ég forviða þegar þeir sögðu mér söguna af Joseph Smith sem sá Guð, föðurinn og son hans Jesú Krist.
Jafnvel þótt ég kunni ekki spænsku, gat ekki skilað allan textan, þá fann ég frið í hjarta mínu og einhvern veginn vissi ég að það sem ég lærði var gott. Áður en þeir buðu mér að skýrast, sagði ég við 2 eldri systur mínar sem þér voru meðlimir kirkjunnar. Ég hef þegar ákveðið mig. Ég ætla að láta skýrast. Fagnaðarerindi Jesú Krists breytti lífi mínu til hins betra. Það gaf mér eilífan tilgang að búa mig undir að snúa aftur í návist Guðs með fjölskyldu minni. Í Mormonsbók lesum við sögu gamlan konung sem, líkt og ég, þekkti ekki Guð. Hann hafði heyrt trúboða og var svo hissa á því sem trúboðinn sagði að hann krafðist þess að fá kennslu. Aron tók síðan að lesa ritningarnar fyrir konunginn, hvernig Guð skóp mannin í sinni eigin mynd. Guð hafði gefið honum boðorð og vegna brots síns hafði maðurinn fallið. Og einnig endurlausnaráætlunin sem fyrirbúin var frá grundvöllum veraldar með Kristi fyrir hvern þann sem trúa vildi á nafn hans, fyrir trú og iðrun. Þá sagði konungurinn: hvað ber mér að gjöra til þess að geta öðlast þetta eilífa líf sem þú hefur talað um? Sjá, ég vil fórna öllu sem ég á. Já, ég vil láta ríki mitt af hendi til þess að hljóta þessa miklu gleði. En Aron sagði við hann: ef þú þráir þetta, ef þú vilt beygja þig fyrir Guði, já, ef þú vilt eyðrast allra synda þinna, lúta Guði og ákalla nafn hans í trú og trúa því að þér muni gefast, þá mun rætast svo von sem þú þráir. Og svo bara við að þegar Aron hafði mælt þessi orð, kraup konungur á hné fyrir drottni og hann lagðist meira að segja fram á ásjónu sína, hrópaði hástöfum og sagði: Ó Guð, Aron hefur sagt mér að til sé Guð, og ef Guð til og ef þú ert Guð, vilt þú þá láta mig vita af þér, og ég mun láta öllum syndum mínum til að þekkja þig. Sagan endar ekki einungis með trúskiptum konungs, heldur einnig með trúskiptum alls heimilisfólks hans og nokkra borgara í ríki hans. Ef einlæga þrá, hógvær og af hjarta lítilát, getum við komist til þekkingar á hinum sanna Guði, föðurnum, og öðlast eilíft líf fyrir son hans, Jesú Krist, því krafturinn býr í okkur. Með því að velja að trúa og ákveða að breyta samkvæmt því. Frelsarinn sagði: en það hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð, og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Hvernig getum við komist til þekkingar á hinum eina sanna Guði og öðlast eilíft líf? Frelsarinn svaraði: ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Eina leiðin til að kynnast himneskum föður okkar og öðlast eilíft líf að koma til Krists og fylgja honum. Að koma til Krists miklu meira en bara að læra Krist. Það felur í sér trú og verk. Það merkir að snúa til hans og endurreist fagnaðarerindis hans. Þegar við gerum það, munum við njóta aukinnar hamingju, vonar, friðar og tilgangs í þessu lífi. Konungurinn var ekki áfram fastur undrunar ástandi sínu. Hann valdi að trúa og breyta. Hann var fús til að láta af öllum syndum sínum til að þekkja Guð. Hverju erum við fús til að láta af eða breyta til að þekkja Guð sannarlega og frelsast á efsta degi? Dalen H. Oaks forseti kendi: fagnaðarerindi Jesú Krist skorar á okkur að breytast, iðrast
algengastu boðskapur þess og iðrun þýðir að láta af allri breytni, persónulegri, fjölskyldulegri, menningarlegri og þjóðernislegri sem andstæð boðorðum Guðs. Tilgangur fagnaðarerindisins að breyta venjulegum mannverum í himneska borgara og það krefst breytinga. Við getum ekki þekkt Guð án einlægra þrár og einlægs ásetnings. Við þurfum að hafa trú á Jesú Krist, iðrast stöðugt og leitast við að hlýða boðorðunum. Frelsarinn elskar okkur meira en við fáum skilið og hann hvetur okkur ítrekað. Kom og fylg mér. Hann gaf líf sitt fyrir okkur, greiddi gjaldið fyrir syndir okkar og reis upp frá dauðum. Vegna hans höfum við von framtíða tilveru með himneskum föður. Hvort sem þið eru börn eða konungar og hver sem bakgrunnur ykkur eða staða þá býð ég ykkur að velja að trúa á Jesú Krist og ákveða að fylgja honum. Því ekkert annað nafn gefið undir himninum sem frelsað getur mannin en nafn Jesú Krists. Ég ber vitni að Jesús Kristur upprisinn. Hann lifir. Þetta það sem hann vill að við gerum til að búa okkur undir eilíft líf. Í nafni Jesú Krists. Amen. Fyrir mörgum árum kom sonur okkar heim úr barnafélaginu með litla mynd af Jesú Kristi. Barnafélagskennarinn hans hafði gefið honum hana og honum þótti mjög vænt hana. Hann svaf með hana, verndaði hana og bar hana með sér í skólan. Laugardagsmorgun einn ákváðum við að fara í fjölskyldugöngu upp nálægt Gljúfur. 6 ára sonur okkar setti myndina af Jesú vandlega í bakpokann sinn og það var allt og sumt. Hann pakkaði engu öðru. Þegar við stoppuðum til að snæða hádegisverð á slóðinni varð hann önnum kafinn við að finna litla og sérstaka steina og brátt var hann með stóran stapla af þeim. Hann spurði hvort hann mætti fara með alla þessa steina heim og ég svaraði auðvitað, en þú verður að bera þá sjálfur. Hann samþykkti það og tók að fylla pokann sinn. Hann setti síðan myndina sína af Jesú varlega ofan á og renndi upp. Ég lyfti þungum bakpokanum, setti hann á bakið á honum og horfði á hann taka 1 skref áfram og 5 skref aftur á bak, þar til hann féll til jarðar. Óhræddur opnaði hann pokann sinn og fjarlægði 3 litla steina. Ein tilraun í viðbót, en það gekk ekkert betur. Þar sem ég hugsaði í glettni að hér mætti kenna einhverja leksju, lagði ég til kannski ætti hann að fjarlægja myndina af Jesú. Það ætti að létta þér byrðina, sagði ég. Ég gleymi því aldrei hvað hann var sár á svipinn. Hann virtist segja, pabbi, viltu virkilega að ég taki Jesú úr bakpokanum mínum og skilji hann eftir? Og síðan breyttist svipurinn hans í, pabbi, þú ert ekki eins klár og ég hélt að þú værir. Drottinn lofaði Enok. Fjöllin munu horfa undan þér og fljótin breyta farvegi sínum og þú munt vera í mér og ég í þér, gakk þess vegna með mér. Líkt og Enok þá velja mörg ungmenni okkar tíma að dvelja í Jesú Kristi. Þau velja að hafa hann í lífi sínu. Þau ganga með honum, þau eru það safnast saman í metfjölda í musterinum allan heim. Þau vakna fyrir sólarupprás til að taka þátt í trúarskólanum og fleiri þjóna í trúboði sem leiðir til þess að fleiri börn Guðs láta skýrast en nokkru sinni áður. Hinn upprennandi kynslóð okkar tíma hefur verið gætt hæfileikum til að safna saman og eiginleikum, samkenndar og skilnings. Fleiri eru skuldbundin því að verða lærisveina Jesú Krist til æviloka.
Í nýlegri heimsókn til Vestur Afríku sátum ég og Diane á heimili tveggja ungra bræðra sem nýlega hafðu gengið í kirkjuna og voru aldir upp af einstæðri móður við fábrotnar aðstæður. Þegar hinn 16 ára Jósúa var spurður að því hvað fagnaðarerindi Jesú Krist hefði gert fyrir fjölskyldu þeirra, sagði hann einfaldlega líknað. Kæru undraverði piltar og stúlkur, þegar þið haldið áfram ferði ykkar frá skírninni og áfram í gegnum unglingsárin og inn í fullorðinsárin, skuldbundin því að vera lærisveinar Jesú Krist alla ævi, vitið þá að steinar sem finnast á leiðinni munu taka að safnast í bakpoka ykkar. Sumir að eigin vali en aðrir vegna eðlis ferðalags ykkar í þessu lífi. Þegar þyngdin verður meiri, hafið þá vinsamlega huga að lausnin ekki svo að taka Jesú Krist úr lífið ykkar. Það mun ekki létta byrðið ykkar að fjarlægja hann. Óvinur hamingjunar vill aðskilja ykkur frá Jesú Kristi. Hann mun freista ykkar til að fjarlægja frelsaran úr lífi ykkar. Tæla ykkur til að hugsa að leiðin yrði auðveldari án hans. Að þungi boðarða hans sé of mikill. Að leiðin tilbaka sé of löng. Að iðrun sé of erfið. Vitið þetta. Satan legari. Jesús Kristur ekki þyngdin. Hann líknin. Drottinn fullvissaði lærisveina sína. Í heiminum hafið þið þrenging, en verðið hughröstir, ég hef sigrað heiminn. Hann hefur sigrað heiminn. Hann hefur tekið á sig sársauka og sjúkdóma fólksins. Hann hefur þolað allskyns sársauka, þrengingar og freistingar, svo að hann megi vita hvernig okkur verði liðsynd. Hvetjandi og kærleiksríka boð hans að vera með honum. Það að dvelja í honum. Á hverju morgni þegar þið hefjið daglega göngu ykkar verið þá vissum að Jesús Kristur sé með ykkur. Þegar þið síðan standið andspænis andstæðum öflum sem reynaði að aðskilja ykkur frá honum, mun traust ykkar og ákveðni verða tengd sannleika hans, visku hans. Tengd honum sem alvitur. Geta ykkar til að skilja og fyrirgefa mun verða dýpri. Geta ykkar til að elska aðra og jafnvel elska ykkur nú sjálf verður framlenging á elsku hans, óendanlegri elsku hans, og þið munið eiga von, raunverulega von, því það verður í og fyrir fyrirþægingu Krists og kraft upprissu hans að vera reistir upp til eilífs lífs. Það krefst meðvitaðrar daglegar tilbeiðslu að halda Jesú Kristi hjá ykkur. Þið haldið honum hjá ykkur þegar þið á lotningu og einbeitum huga krjúpið og biðjið til föðurins í nafni Jesú Krists. Þið hafið hann hjá ykkur þegar þið lærið ritningarnar daglega, einkum Mormónsbók, og ígrundið það vitni sem hún ber Jesú Krist. Þegar þið gerið það, mun hann leiða ykkur í gegnum niðdimma þoku ykkar. Þið haldið Jesú Kristi hjá ykkur þegar þið iðkið trúa hann, treystið honum, komið til hans í einlægni í daglegri iðrun. Þið haldið Jesú Kristi hjá ykkur þegar þið eruð fús til að lifa eftir sáttmálum ykkar á hverjum degi og endurnýja þá í hverri viku. Bræður og systur, þetta svona einfalt. Að dvelja með honum léttir byrðar ykkar. Að ganga með honum mótar persónuleika ykkar og hjálpar ykkur að verða eins og hann Það færir ykkur raunverulega og varanlega gleði. Í fyrsta viðtali sínu sem spámaður í kirkju Jesú Kristina síðar heilugu var Óksforseti spurður ef það væri ein setning eða ein ritning eða ein myndlíking sem þið myndu vilja að meðlimi kirkjunnar hefðu með sér núna þú hefur þessa spámanlega þjónustu. Hver væri hún þá? Spámaðurinn okkar svaraði Jesús Kristur vegurinn. Kæru ungu vinir, megum við halda áfram að ganga með Jesú Kristi og jafnvel á erfiðustu stundum okkar.
þegar við efumst virði okkar, efumst getu okkar eða efumst trú okkar. Þegar okkur finnst við vera ein, þegar þungi áskorun af lífsins sendir okkur aftur á bak, megum við þá halda fast í þann ásetning okkar að hafa hann hjá okkur. Leifum frelsaranum að létta byrðar okkar, leifum honum að hjálpa við að fjarlægja steina ánetjunar og þyngd sorgar okkar. Látum hann berjast við þá sem vilja deila við okkur. Látum hann hreinsa okkur af syndum okkar, aftur og jafnvel en aftur. Látum hann færa fjöll frammi fyrir okkur og breyta farvegi hinna kraftmiklu fljóta í lífi okkar sem bera okkur í burt frá honum. Jesús Kristur ekki byrði on okkar, hann líknin okkar, hann styrkurinn okkar, hann vegurinn. Megum við öll ganga með honum í nafni Jesú Krist. Amen. Söfnuðurinn mun standa upp og taka þátt í söngnum Leið oss, mikli himna Herra, eins og leiðbeint verður. Það söng loknum hlýðum við öldum Gerald Causset í Tólpostularsveitinni. Að honum loknum hlýðum við öldum Brian J. Holmes og Clement M. Matsvogodata af hinnum 70. This is the Saturday afternoon session of the 196th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Fyrir nokkru spurði blaðamaður mig þessara einföldu en djúpstæðu spurningar. Hvað hefur þú lært betur eftir köllun þína sem postuli? Svar mitt barst samstundis.
Ég hef lært að ég get elskað enn meira. Undanfarna mánuði höfum ég og eiginkona mín Valerie verið innilega snortin af úthellingu kærleika og bænafránum heilugum allan heim. Í gegnum ykkur, kæru bræður og systur, höfum við fundið elsku Guðs dýpra en nokkru sinni fyrir í lífi okkar. Sem svar við því, þá hefur hæfni okkar til að elska vaxið á þann hátt sem við gátum aldrei vænst. Kristi elska vex og margfaldast þegar henni miðlað. Þegar við sýnum öðrum hinna hreinu ást Krists, munum þau skynja betur hversu androttni þau og leið eykst og styrkis geta þeirra sjálfra til að elska. Fyrir mörgum árum ég átti friðsæla tíma í fallegri sveit. Fór ég út eftir sólsetur til að hvíla mig á verandarstólnum. Kvöldi var svo dimmt að ég sá varla neitt. Ég leit ósjálfrátt upp og tók eftir örlitlum flöktandi ljóspunkti, síðan öðrum. Þegar augu mín aðlögust myrkrinu, fylltist himinninn stjörnum. Ég hugsaði, þetta eins og samband okkar við Guð. Sumir telja hann fjarlægan og lífið verður þungt fyrir vikið. En ef staldraði við til að íhuga nærveru hans í lífinu, munu þeir komast að því að hann nálægur, hljóðlega til staðar, mun nær en þeir gera sig grein fyrir. Þegar ég velti þessari hugmynd fyrir mér, kom spurningur einum sálma Davíðs upp í hugan. Þegar ég horfi á himinin, verk handa þinna, tunglið og stjörnurnar. Hvað þó maðurinn þess að þú minnist hans? Svarið sem fylgir á eftir afar hughressandi. Þú gerðir hann litlu minni en Guð, krýndir hann hátign og heiðri. Þetta kraftaverk sambands Guðs við okkur. Alheimurinn víðfeðmari en við fáum skilið, en samt hver sál óendanlega mikils virði í augum skapar okkar. Þótt okkur kunni að finnast við smá jafnislegu samhengi, þá þekkja, minnast og elska himnesku faðir og sonur hans, Jesús Kristur, sérhvert okkar persónulega. Árið 1905, eftir samtal við vin, sem lengi hafði tekist á við alvarlegan heilsufarsvanda, fann Sivilla de Martin innblástur til að yrkja hinn kæra sálm, hans auga sérhvert spörfa. Þegar Sivilla spurði vinkona sína hvernig hún forðaðist að láta hugfallast, svaraði hún, hvernig get ég látið hugfallast þegar faðir minn vakir yfir spörfunum og ég veit að hann elskar mig og annast. Orð hennar enduróma kenningu frelsarans að engin spörfi falli til jarðar án eftirtekta föðurins og að okkur jafnvel höfuðhárin öll talin. Öldugur Nílei Maxwell bætti því við að sá Guð sem stjórnar vetrabrautum leiðir okkur líka í persónulegu lífi. Guð í smáatriðunum, sagði hann. Hann þekkir og elskar sérhvern og alla meðal mannkyns. Ég ber vitni þennan sannleika. Guð og sonur hans, Jesús Kristur, elska alla og þeir elska sérhvern. Þegar ég lærði ritningarnar á ensku, tók ég eftir tugum versa þar sem orðin allir og sérhver eða hver og einn koma fyrir saman. Við lærum til að mynda í Mósía. Hann talaði drottin, man hverja skepnu sem hann hefur skapað og hann mun opinbera sig öllum. Orðið allt á við alltækan kærleika Guðs. Orðið sérhver eða hver einn vitnar máttans til að annast hverja sál. Þessi tvíþætti veruleiki sýnir sig best í friðþægingu Jesú Krists. Allir synir og dætur Guðs munu án undantekninga fá fullt tækifæri til aðgangs að æðstu blessunum hans. Samt þetta ótrúlega persónuleg gjöf, sniðin að þörfum sérhvers einstaklings og gefin einum einstaklingi í einu. Sem lærisveina Jesú Krist berum við vitni hann hvenær sem við miðlum elsku hans,
með öllum umhverfis okkur og stuðlum að því að hún festi rætur í sérhverjum einstaklingi sem við hittum. Að elska alla og elska sérhvern er ekki tvenns konar elska. Heldur sama guðlega elskan tjáð á tvennan hátt. Önnur nægilega víðtæk til að ná yfir allan heiminn og hinn nógu persónuleg til að beina sjónum að einum einstaklingi með sérstaka þarfir, kringumstæður og lífssögu. Í fyrsta lagi að elska alla. Erum við vandlát eða útilokunargjörn á það hver verðskuldi elsku okkar eða sýnum við öllum kristilegan kærleika sem við eigum samskipti við? Drottinn spurði, hvað er það þóttir heilsu bræðrum meður og systrum einum? Fyrir honum eru allir menn á jörðinni náungar okkar. Það eru engir ókunnugir eða brottreknir, aðeins bræður og systur. Spámaðurinn Joseph Smith kendi, maður sem er uppfullur af elsku Guðs lætur sér ekki nægja að blessa einungis fjölskyldu sína, heldur leitar út allan heiminn og er umhugað að blessa allt mannkyn. Lærisveinsdómur var aldrei hugsaður þannig að hann væri þægilegur. Í hópi kunnugir og vina sem einbeittu sér að eigin áhugamálum. Söfnir okkar eru fremur falleg mósaíkmynd, auðugir af mismunandi bakgrunni, menningu og reynslu, en þó sameinaðir í hollustu við Krist. Þjónusta í kirkjunni stækkar kærleiksring okkar og breikkar tengsl okkar. Við hittum fólk úr öllum stéttum samfélagsins, nýja vini, bræður og systur í neyð, nýja trúskiptinga og trúboðs eða þjónustufélaga. Við þjónum ekki aðeins þeim sem við elskum nú þegar. Við förum miklu fremur að elska fólk þegar við þjónum því. Í öðru lagi að elska sérhvern. Erum við yfirborðsleg í samskiptum okkar við aðra? Eða leggjum við okkur einlæglega fram við að þekkja og annast hver þau sem við hittum? Þótt frelsarinn væri oft umkringdur mannfjölda, veitti hann hinum eina ávallt fulla athygli, einum sauð, einum holdsveikum, einni samverskri konu, einu litlu barni, einni sál í senn. Í elsku hans týndist enginn í mannþrönginni. Ósýnileiki ætti heldur ekki að ríkja í kirkju Jesú Krists. Þegar við komum í hjörð Krists gegnum helga sáttmála erum við þekkt, metin og meðtalin og okkur er annast einn einstakling af öðrum. Í þjónustu minni, bæði innan og utan kirkju, hef ég lært að jafnvel þau sem í fyrstu virtust lítifjörleg hafa orðið einhverjir þeir markverðustu og uppliftandi einstaklingar sem ég þekki. Það er dásamleg dýpt og svo margt að elska í hverri sál. Ég hef alltaf haft gaman af sögunum Fríðu og dýrið. Ekki aðeins vegna þess að hún gerist í Frakklandi eða vegna þess að ég get auðveldlega tengt við yndislega hreim Lumière, heldur vegna þess fallega sannleika sem hún kennir. Fríða er tekið sem fangi í kastala sem var ásóttur af ókveikjandi og fráhrindandi dýri sem í raun er ungu prins neftur í álög að vera í líkama ógulega skrimslis. Frekar en að dæma hann eftir útliti hans, lærir Fríða að sjá handan þess. Hún kemst að því að bitur dýrsins, dónaskapu þess og ofsareiði eru aðeins yfirskyn til að fela særða sál sem þráir að elska og vera elskuð. Með þolinmæði Fríðu, persónulegri góðvild og kærleiksríki umönnun hefst ótrúleg umbreyting sem nær djúpt í sál dýrsins og breytir jafnvel að endingu útliti þess. Álögin rofna og ungi prinsinn er endurheimtur, sem færir öllum þeim gleði sem koma saman til að fagna nýja konungi sínum og drottningu. Á svipaðan hátt þegar við sýnum sérhverjum þeim sem við þjónum kristilegan kærleika, munu augu okkar ljúkast upp fyrir guðlegum möguleikum þeirra. Við tökum að sjá þau eins og Drottinn sér þau. Dauðlegar sálir
sem geta orðið upphafna verur fyrir endurreisna kraft og náð frelsarans. Þegar við látum okkur andum sérhverja sál, hjálpum við að tengja hana við frelsaran og bjóða henni lækningu og umbreytingu fyrir tilstilli fæðingablóðs hans. Í staðinn líf okkar blessað. Við verðum líkar í frelsaranum og fylltumst mikill í gleði. Kæru bræður mínir og systur, sem eitt af hans sérstöku vitnum, ber ég vitnum að frelsar okkar, Jesús Kristur, elskar okkur meira en fáum nokkru sinni ímyndað okkur. Með orðum sálsins, hans auga sér hvert spörfa og hann vakir yfir mér. Megum við fylgja hinu fullkomna fordæmi drottins og læra að elska alla og elska sérhvern eins og hann gerir. Í nafni Jesú Krists, amen. Á síðasta ári hlupum ég og eiginkona mín Maggi Jóngfræmarathonið í Sviss. Það staðsett í hjarta svissnesku Alpanna og almennt álitið eitt erfiðasta marathon í heimi. Frá upphafi til enda hækkar leiðin 6.400 fet eða 1900 metra. Þar sem hún fer í gegnum fallega alpaþorp og hrikalegt fjalllendi. Útsýnið ber því í gegnum fyrstu kílómetrana. Það bratt og þröngur lokakaflinn neyðir hlauparann til að hlaupa grýtta leiðina í halarófu. Síðasta hækkunin krefst vandlerar athygli í hverju skrefi. Í þessari keppni eru þau ekki bara að fara yfir endamarkið, þau eru að sigra heilt fjall. Ímyndið ykkur undrun okkar þegar við komumst að því að einn af hlaupurunum sem lauk hlaupinu var blindur. Þessi hugrekki maður hljóp bundinn leiðsögumanni. Mestan hluta hlaupsins hlupu þau hlið við hlið, en þegar brautin var brattari og meira krefjandi hélt leiðsögumaðurinn áfram. Kallaði upp á þegar hver hindrun blasti við og leiðbeindi í hverju skrefi. Vegna þess að blindi hlauparinn var bundinn leiðsögumanninum, gat hann áorkað því sem annars hefði verið ómögulegt að gera einsamall. Eins og þetta marathon þá hefur ferðalagið okkar í gegnum lífið átt sín augnablik, fegurðar og gleði, en samt engin auðveld ganga í garðinum. Við viljum öll komast yfir hérna himnesku markalínu og öðrast eilíft líf. Samt stefnan oft brött og erfið yfirferðar. Við upplifum öll raunir. Án afls æðra okkar eigin nær engin að ljúka þessari keppni. Á einhvern tímapunkti erum við öll eins og blindir hlauparinn. Við þurfum öll leiðsögumann. Faðir okkar á himnum í sinni fullkominu elsku hefur veitt okkur margvíslega hjálp til að leiða okkur á ferðalagi okkar. Eins og Dallin H. forseti kendi, þá er öruggasta hjálpin sem Guð hefur veitt okkur frelsarinn Jesú Kristur. Jesús Kristur hefur með fyrirþægingu sinni gert allt sem nauðsynlegt fyrir okkur ferð okkar í gegnum jarnesk líf í áttina að þeim örlögum sem útlistuð í áætlun himnesföður. Vegna þess að hann lifði fullkomnu lífi, vegna þess að hann bar hverja synd og alla sorg, vegna þess að hann rauf helsi dauðans, þá getur Jesús Kristur eitt staðið frammi fyrir heiminum og sagt: ég er vegurinn og sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Með þessari einföldu yfirlýsingu kendi frelsarinn að hann er ekki aðeins leiðsögumaður okkar, hann er vegurinn. Vegur hans er eini vegurinn sem liggur til eilífs. Frelsarinn býður okkur að ganga með sér. Hans leiðir sáttmálsvegurinn, eini vegurinn sem liggur á okkar himnesku lokalínu. Við veljum að ganga sáttmálsveginn með því að iðka trú á Jesú Krist til iðrunar, taka á móti helgiathöfnum fagnaðarerindisins hans og standast allt til enda. Þessar helgiathöfnir eru nauðsynlegar, eins og Jesús kendi Nikodémusi. Enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Á sama hátt og bandið bindur blinda hlauparann við leiðsögumann sinn, binda sáttmálar okkar við leiðsögumann okkar, Jesú Krist. Öldungur David A. Bednar kendi sáttmálstengslinn sem við eigum við himneskan föður og upprisinn og lifandi son hans er himnesk uppspretta heildar sínar vonar, krafts, friðar og varanlegar gleði. Þegar við höfum bundist frelsar okkar með sáttmála, getum við sjálf einungis rofið hann.
Jesús mun aldrei gera það. Þar sem við erum fastbundin honum hann bundin okkur. Við getum vænst þess að máttur hans blessi okkur með styrk og gleði, jafnvel þegar við erum að upplifa bratta kafla í lífshlaupinu. En ef við hverfum frá, höfum við ekki slíkt lofvörð. Sáttmálablessanirnar eiga rætur í viðvarandi trúfesti, ekki aðeins fyrir þáttöku. Þegar leið okkar verður erfið og það mun gerast, getum við minnst Péturs postula. Þegar vegur lærisveinsins var brattur og margir voru ekki framar með Jesú, þá sneri hann sér að hinum 12 og spurði, ætlið þið líka að fara? Þetta var leitandi spurning sem næri gegnum tíman til sérhvers okkar. Pétur svaraði, drottinn, til hvers ættum við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs. Og við trúum og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs. Þegar við höfum efasemdir, þegar lærisveinshlutverkið krefjandi, þegar aðrir snúa aftur, þá það stundin til að vera bundin Kristi á sama hátt og Pétur gerði. Það ekkert annað að fara, aðeins Kristur hefur orð eilífs lífs. Þegar við göngum með frelsara okkar á sáttmálsveginum, lærum við að þekkja mikilvægan sannleikan. Að ganga með Jesú að fylgja spámanni hans. Frelsarinn sjálfur kallar spámenn, talar í gegnum þá og stýrir kirkju sinni með þeim. Velti því fyrir ykkur, ekkert okkar gæti í raun þekkt hinn sanna og lifandi Krist án spámannlegs vitnisburðar. Frá Adam til Nóa, Móse til Péturs og Jósef Smith til okkar tíma hefur Guð valið og opinbera börnin sínu son sinn gegnum spámann. Sumir segja, ég þarf ekki spámann eða kirkju til að fylgja Jesú. Jesú sagði þó sjálfur við útvalda apóstola sína, sá sem á yður hlýðir, hlýðir á mig, og sá sem hafnar yður, hann hafnar mér. Að hafna spámönnum, hans vísvitnandi samkvæmt hans eigin skilgreiningu að hafna honum. Drottinn varaði við tíma þegar hver maður gengur sína eigin leið og eftir ímynd síns eigins Guðs. Án postula spámanna mun skynjun okkar á Kristi smám saman verða hvað sem við viljum að hann sé. Skilningur okkar á kenningunni breytist. Það fjarar undan skuldbindingu okkar við staðla. Eining hverfur. Páll postuli kendi þess vegna að kirkjan hafi að grundvelli postulana spámennina, en Krist Jesús sjálfan að hyrningarsteini, ekki til að okkur yrði stjórnað, heldur til þess að tryggja að við héldum ekki áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi. Frelsari okkar lofaði, vil í fólk mitt hlýða rödd minni og rödd hjóna minna sem ég hef útnefnt til að leiða fólk mitt, þá skal það ekki flutt úr stað. Bræður og systur, faðir okkar á himnum þráir að öll börn hans komi heim. Hans elskaði sonur, Jesús Kristur, eina leiðin tilbaka. Ég ber vitni að vegna þess að Jesú Kristur kleif stærsta fjall allra og bar þunga björgunarverks okkar, þá þurfum við aldrei að takast á við fjöllin okkar einsömul. Þegar við bindumst honum með sáttmála og fylgjum lifandi spámanni hans, göngum við hinn eina veg sem leiðir okkur örugglega heim. Það vitna ég í hina heilaga nafni Jesú Krist. Amen. Fyrir mörgum árum ég gekk óstyrkur fram til að starf og stikur ástöfnu, reyndi dóttir mín að hjálpa mér að róa taugarnar og sagði, pabbi, ekki hafa áhyggjur á mistökum. Enginn hér mun muna eftir löngu eftirnafni okkar hvort þið er. Eftirnafni mitt, Matsowako Tata, frá Botswana. Á heimamáli mínu þýðir það að komast úr erfiðum aðstæðum eða einhver sem getur gert erfiða hluti. Þótt mér hafi ekki alltaf fundist ég geta gert erfiða hluti, þá eftirnafn mitt mér áminning að frelsarinn getur og mun leiða okkur í gegnum öll lífsins skeið, einkum í gegnum erfiða tíma.
Við þurfum öll slíkar áminningar á okkar jarneska ferðalagi. Ef til vill þetta ástæðan fyrir því að ástríkur himnesku faðir okkar gefur okkur tækifæri í hverju viku til að gera sáttmála við sig í helgi athöfn sakramentisins. Hann býður okkur að taka okkur nafn sona síns, hafa hann á allt í huga og halda boðorð hans. Hann gefur okkur mátt til að rísa ofar áskorunum jarðlífsins. Jafn mikið og eftirnafn mitt hefur fært fjölskyldum minni von og þolgæði, þá gleðst ég enn frekar í nafni Jesú Krists. Því að í og með hans nafni geta allir frelsast sem til hans koma. Líkt og Jesús Kristur býður okkur að hafa sig ávallt í huga og taka okkur nafn hans, þá minnist hann okkar líka og þekkir sérhvert okkar með nafni. Í Gamla testamentinu kendi drottin Móse þennan hughristandi sannleika. Ég þekki þig með nafni. Í garðinum Eden kallaði hann á Adam. Við tómagröfina kallaði hann á Maríu. Á veginum til Damaskus kallaði hann á Sál. Í lundinum Helga kallaði hann á Jósef. Öll með nafni. Hann þekkir ykkur líka og kallar einni á ykkur með nafni. Allt frá þéttbýlum, borgum til hljóðlátra þorpa. Á hvaða tungumáli sem þið talið. Hann heyrir, sér og þekkir ykkur. Hann þekkir gleði ykkar og hann fagnar með ykkur. Hann þekkir sorgir ykkar og hann getur liðsynt ykkur og lyft ykkur. Vegna friðþægingar sinnar þekkir hann byrðar ykkar, sársauka og hljóðlát tár. Spámaðurinn Alma kendi að með friðþægingu sinni myndi Jesús Kristur taka á sig syndir fólksins. Alma kendi líka. Hann mun ganga fram og þola allskyns sársauka, þrengingar og freistingar og hann mun taka á sig sársauka og sjúkdóma fólksins. Svo hann megi vita hvernig fólki hans verður best liðsynt í vanmætti þess. Bræður og systur, margir bera hljóðar byrðar, sorg, veikindi, einmanaleika, kvíða eða bænir sem virðast ósvaraðar. Aðrir standa frammi fyrir ágreiningi eða einangrun sem fá okkar skilja fyllilega. Þegar lífið virðist vera ósanngjarnt og ruglingslegt á þeim dimmum stundum þið freistist þér að spyrja: Ó Guð, hvar ert þú? Hafið þá í hugað þannan máttuga sannleika. Hann þekkir ykkur. Sá sem sté neðar öllu, veik hvernig græða og brosti hjart ykkar og ger ykkur heil á ný. Treysti loforði hans að sólin muni rísa á ný fyrir ykkur og að morgundagurinn verði betri en dagurinn í dag. Ég öðlaðist dýpri skilning á þessu á erfiðu skeiði lífsmíns. Snemma í þjónustu minni sem ungur stikuforseti, þegar ég og eiginkona mín Búsi vorum að ala upp fjölskyldu okkar, var að svo hver áskorunin fylgdi á eftir annari. Við vorum nýbúin að jarða móður mína. 2 vikur síðar stóðum við aftur við grafreit. Í þetta sinn með ráðgjafa mínum, að syrgja son hans á táningsaldri. Vinnu álagi virtist yfirþyrmandi. Ég tók að efast að ég var að standa mig heima í vinnunni og frammi fyrir drottni. Bænin mín voru best hjáðar í barnafélagssálminum. Himnesku faður, ert þú þarna? Heyrir og svarar bænum allra barna. Svar mitt barst á óvæntan hátt. Sunnudaga einn ég ók á deildarástefnu, úthelt ég hjarta mínu fyrir drottni. Þegar ég kom í samkomuhúsið stöðvað mig bjartlegur barnafélagsdrengur og sagði: Við þurfum að tala saman. Hann spurði mig afar alvörugefnum svip og nánast með raddbeitingu reiðilestus: Hvenær ætlað þú að hætta að vera óþekkur strákur? Ég vissi að ég var í einhvers konar vandræðum. Áður en ég gat svara bætti hann við: Á hverju morgni og á hverju kvöldi biðja foreldrar mínir okkur að biðja fyrir þér. Ég mun aldrei geta lýst tilfinningum mínum fyllilegar í stóð þarna. Mér fannst ég vera séður, ég fann fyrir elsku, mér fannst ég vera þekktur, ég fann að ég var ekki einn. Þegar ég horfði í augu barnsins fann ég ylinn af elsku frelsarans. Hvað frelsaran varðar, þá erum við aldrei týnd í mannþrönginni. Hann veit hvernig ná á til okkar, með sálmi, brosi, ljúfum orðum og stundum í gegnum fólk sem við eigum síst von á. Alveg eins og þessi fjölskylda bað fyrir mér, þá biður ykkur fyrir ykkur. Hafið þetta í huga.
Sársauki ykkar ekki merkjum að Guð elski ykkur ekki. Hann gerir það svo sannarlega. Líkt og D. Todd Kristofferson forseti hefur rálagt í miðjum hreinsunareldinum ættu við því að nálgast Guð í stað þess að reiðast honum. Sjáu þið til, frelsarinn þekkir ekki aðeins ykkur. Hann vill líka að þið kynnist honum og föður hans. Í henni miklu fyrirbæn sinni sagði hann: það er hið eilífa að þekkja þig, hinn eina sanna Guð, og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Hann er góði hirðirinn sem leiðir okkur á grænar grundir og á vötnum þar sem við megum næðis njóta. Hann er ljós heimsins sem lýsir við okkar svo við þurfum ekki að ganga í myrkri. Spurningin ætti aldrei að vera: mun frelsarinn ganga með mér? Hann mun gera það. Raunverulega spurningin er: mun ég ganga með honum? Þegar við veljum að ganga með Jesú Kristi mun allt byrja að taka breytingum. Hann er ekki lengur lauslegu kunningi, heldur traustur himnesku viðnur. Má ég bjóða ykkur að velja að minnast hans og fylgja honum. Ekki lauslega, ekki endrum og eins, heldur af ásettur ráði og alltaf. Megum við vera þess konar lærisveinn sem veitir athygli, liðsinnir og lyftir eins og frelsarinn gerði. Ég ber vitni að þegar við hlýðum á rödd hans í ritningunum, fylgjum kenningum, lifandi spámanna og postula, iðrum daglega og hlýðum boði hans, kom og fylg mér, munum við finna friði í þessum ólgusama heimi. Munum finna fyrir anda hans og upplifa gleði, jafnvel á okkar erfiðustu stundum. Við munum finna styrk til að treysta á hann og lofar hans betri morgundag. Að komast úr erfiðum aðstæðum er með meira en fjölskyldunafn. Það er vitni eilífan veruleika að fyrir trú á Jesú Krist og með því að taka okkur nafn hans með sáttmálunum sem gerðir eru við skírnina, í sakramentinu og í hans heilaga húsi fáum við aðgang að virkjandi krafti hans. Krafti sem getur og mun breyta lífi okkar. Ég veit að það er alltaf leið fram á við, á hans tíma og að hans hátt. Vegna þess að hann þekkir ekki aðeins veginn, hann er vegurinn. Hvort sem nafn ykkar er af fyrstu kynslóð í kirkjunni eða með trúararfleð fjölda kynslóða, þá er það nafn sem við getum tekið á móti og best mótað eilíðina með þið helga nafn Jesú Krists. Við heyrum þá sem að undan okkar komu, en umfram allt heyrum við hann. Því að í hans nafni erum við bundin sáttmálsauðkenni. Ég ber vitni að Jesús Kristur endurreisti kirkju sína, kirkju Jesú Kristina síðari daga heilugu. Hún ber nafn hans og hefur að geyma fyllingu fagnaðarerindis hans, með helgi athöfnum og sáttmálum sem bind okkur honum. Ég ber vitni að Jesús er Kristur, friðarhöfðinginn. Hann mun endurnýja styrk okkar og færa okkur gleði, því að vængir hans færa lækningu. Hann reynir að ná til okkar aftur og aftur, því hann þráir að leiða okkur heim, eitt af öðru, með nafni, í hinu helga nafni Jesú Krists. Amen. Við erum þakklátt öllum þeim sem hafa talað hér á þessu síðdegisluta og fyrir þessa fallegu tónlist sem við erum flutt hér. Ég vil minna á tónlist og hins landsþekkta þáttar tónlistar og hins talaða orð sem verður á morgun klukkan 9:30 til 10 að fjallatíma. Morgun hluti sunnudags þessara ráðstefnu hefst strax á honum loknum. Kórinn mun nú syngja fyrir okkur Look unto Christ. Lokaræðumaður okkar á þessum hluta er öldungur Ulysses Soares í 12 postula sveitinni. Að ræðu hans lokinni mun kórinn syngja O thou rock of our salvation. Lokabæn flytur síðan systir Andrea Munoz Spanos, annar ráðgjafi í aðalforsætisráði stúlkna félagsins.
My dear brothers and sisters, Kæru bræður mínir og systur, á þessari helgu páskaháttíð snúast hjörtu okkar af djúpu þakklæti og lotningar fullri tryggð til frelsar okkar Jesú Krist og við minnumst miskunn samrar jarðneskrar þjónustu hans, fullkomninar elsku hans og undursamlegra gjafa friðþægingarna. Víða í þjónustu sinni mælti frelsarinn nokkru sinnum hinn helgu orð, ég er, og notaði háleitar myndlíkingar til að vitna hver hann að eilífu, hinn mikli Jehóva Gamla testamenti sinn sonur Guðs, hinn fyrirheitni Messías. Meðal þessara yfirlýsinga ein hátíðlegasta og ljúfasta kenningin í þjónustu hans, gefin kvöldið áður en hann þjáðist og dó. Ég hinn sanni vínviður, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gert. Frelsarinn kennir með þessari fallegu og hjartnæmu myndlíkingu að hann sé hinn sanna, trausta og nauðsynlega uppspretta andlegrar næringar fyrir sál okkar. Með honum hljótum við styrk umfram okkar eigin getu, ekki aðeins til að sigrast á áskorunum lífsins, heldur til að vaksa og dafna. Með honum verður lífið vonbetra og gleðilegra og ávextir andans staðfestast í okkur. Á sama hátt og greinarnar geta ekki borið ávöxt af sjálfum sér án þess að vera tengdar vínvinnum, þá getum við heldur ekki náð okkar andlegu fyllingu nema við séum í honum og fagnaðarerindi hans. Að vera stöðugt í Kristi ekki stök eða tilfallandi athöfn. Það stöðugt meðvitað og heilagt val. Það að leyfa heilugum kenningum hans að dvelja í okkur, upphefja hugsanir okkar og stjórna orðum okkar á öllum sviðum. Þar með talið í hinu rafræna rými, þar sem við eigum svo oft samskipti og að hreinsast og helga honum verk okkar. Það að láta daglegt val okkar stjórnast af sáttmálunum sem við höfum gert við hann og leyfa lífi okkar að stjórnast af kærleiksríkum og stöðugum áhrifum hans gegnum heilagan anda. Það að velja að hlusta á rödd hans og rödd þjóna hans og fylgja því sem þeir segja, framar öllum lokkandi röddum heimsins. Að vera í Kristi fjarlægir ekki byrðar lífsins, en fyrir náð hans verða þær léttari og hjörtu okkar eru styrkt af þeirri huggun og þeim friði sem hann lofar. Þegar við felum honum kærleiksríka umsjón okkar og tökum á okkur ok hans, hljótum við andlegan kraft til að standast og sigrast á raunum, veikleikum og sorgum jarðlífsins, byrðum sem oft eru of þungar til að bera án endurleysandi hjálpar hans og læknandi áhrifa. Í fyrra bréfi sínu til hinna heilugu kenndi Jóhannes postuli að sá sem segist vera í honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti. Páll postuli vitnaði á sama hátt. Ef einhver í Kristi hann orðinn nýr maður. Við snúum aftur að frásögn Jóhannesar en þar segir frelsarinn, verið í mér, þá verð ég í yður. Greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfur sér nema hún sé á vínviðnum. Eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Það í þessu samhengi að vera í honum og leyfa honum að vera í okkur, sem yfirlýsing frelsarans að hann sjálfur sé hinn sanni vínviður, öðlast jafnvel enn dýpri merkingu. Orðið sannur bendir til þess að í heiminum séu aðrir vínviðir sem sýna sig sem lögmæta og virðast jafnvel tákna hinna kærleiksríku rödd og orð frelsarans, hinn sanna vínviðar og fagnaðarerindi hans á meðan þeir leiða huga og hjörtu lúmst og undirföröld á aðra vegu. Við lifum í heimi sem fullur af mörgum röddum sem leita linnulust eftir athygli okkar og setja fram sannfærandi skilaboð og boð.
Sumar mæla mælsku og áhrifum og eru vel meinandi í þrásinni til að stuðla að góðvild. Aðrar eru aðlaðandi í útliti en skortir raunverulegt gildi. En aðrar eru villandi og virðast jafnvel tengjast Kristi og fagnaðarerindi hans. Með tímanum vaksa margar þessara radda í samantvinnaðan vínvið sem hefur rætur í vinsælli heimspeki og breiðist út í gegnum ýmiss konar miðla. Þær lofa öryggi, hamingju eða áreiðanleika en geta ekki fullnægt sálinni. Oft kynna þær hljóðlega efa og aðgreiningu, fyrst í huganum og síðan í hjartanu, sem leiðir til andlegs missis og sorgar. Þótt það kunni að verða spennandi í fyrstu að gefa okkur að slíkum röddum, þá dregur það okkur að lokum að hverfulum veraldlegum viðfangsefnum og veikir tengsl okkar við hinn sanna og lifandi vínvið Jesú Krist. Eins og Páll postuli aðvaraði, gæti þess að láta engan hertaka ykkur með marklausu villandi spekitali sem byggist á mannasetningum og er komið frá heimsvættunum en ekki frá Kristi. Kæru bræður og systur, sanna visku á okkar tæknitíma liggur í því að nota nútíma verkfæri með andlegri dómgreind, með heilugum anda, án þess að leyfa að þær komi í staður réttmætra raddar hins sanna vínviðar. Einungis frelsari okkar megnar fyllilega að endurleysa okkur. Hann er vegurinn, sannleikurinn og líf heimsins. Vegur hans er leiðin til hamingju í þessu lífi og eilífs lífs í komandi heimi. Í sínu fyrsta boðskap til heimsins sem spámaður okkar sagði Dallin H. Oaks forseti af skýrleika og sannfæringu. Jesús Kristur er vegurinn. Ekkert annað nafn verður gefið né önnur leið eða aðferð sem fært getur mannana börnum sáluhjálp nema í og fyrir nafn Krists, drottins almáttugs. Hinn sanni vínviður býður upp á nokkuð mun meira og eilíft en sýnleika eða loforðið að fá dvalið með Guði í óendanlegri sælu. Af þolinmæði og fullkominni elsku heldur hann áfram að bjóða okkur að koma til sín með orðum sínum og orðum þeirra sem hann hefur kallað og vígt til að vera fulltrúa sína, til að tala í hans nafni og vitna sig. Ef við þráum að bera góðan ávöxt eins og frelsarinn kendi, þurfum við að hljóta andlega næringu beint frá hinum sanna vínviði, því hann er uppspretta alls ljós og alls sannleika. Aðeins þá vaksa hinir dýrmætu ávextir fagnaðarerindisins í sál okkar og einungis þá finnum við hið sanna ljós, líf og þá von sem streymir frá honum. Eftir upprisu sína gekk Jesús með 2 lærisveinum á veginum til Emmaus. Lúkas skrifar að þegar þeir komu að ákvörðunarstað sínum, hafi frelsarinn látið sem hann vildi halda lengra. Lærisveinarnir 2 lögðu þá fast að honum og sögðu: vertu hjá okkur. Þessir lærisveinar buðu hinum upprisna frelsar að vera hjá sér. Án þessarar þrár og síðan þessa boðs hefðu hjörtu þeirra ekki umbreyst. Augu þeirra hefðu ekki opnast til að þekkja hann og þeir hefðu ekki snúið aftur til Jerúsalem til að bera vitni hinn lifandi Krist, hinn sanna vínvið. Kæru bræður og systur, í heimi margra radda er ekki einungis eftirsóknarvert að vera tengdur hinum sanna vínviði. Það er nauðsynlegt okkar andlegu afkomu. Þau sem dvelja í Jesú Kristi fara að þekkja og treysta rödd hans, einkum þegar hún er mælt af þeim sem hann hefur kallað sem fulltrúa sína. Ég mun ætíð varðveita þá stund þegar öldungur Jeffrey R. Holland hringdi í mig til að bjóða mig velkomin í 12 postulasveitina.
Aðeins fáeinu mínútum eftir að hafa fengið þetta boðum að þjóna sem sérstakt vitni frelsarans fyrir heiminn. Á þessari helgu stundu fann ég frelsaran þjóna mér að kærleika með rödd eins af sínum smurðu þjónum. Ég fann friðin og hugreistandi fullvissuna streyma frá hinnum sanna vínviði. Líf öldungs Hollands og máttug þjónusta hans bera vitni að þegar við hlýðum á rödd frelsarans gegnum þjóna hans og erum í honum, hinnum sanna vínviði, þá berum við mikinn ávöxt en án hans getum við alls ekkert gert. Á þessari helgu páskahátíð ber ég hátíðlega vitni að Jesús Kristur hinn sanni vínviður. Hann lifir, hann reis upp frá dauðum og endurlausnarmáttur hans raunverulegur. Ég ber vitni að rödd hans rödd sannleikans og lífsins. Af fullkominni elsku býður hann öllum að vera í sér og að vera áfram í elsku sinni, svo við megum þekkja mátt hans í lífi okkar, að elska Guðs megi fullkomnast í okkur og við megum vita að við erum í honum. Ég ber hátíðlegt vitni þennan eilífa sannleika í einu helga nafni Jesú Krists. Amen. Amen.
Okkar kæri himneski Faðir, við erum svo þakklátt á þessum tíma, á þessum lok þessum ráðstefnu hluta, fyrir hvernig við vorum kennd fagnarindi. Við þakkum þér fyrir þína þjóna, fyrir spáman okkar, ógsvásita og fyrir hinn 12. Við erum svo glöða þakklátt að við höfum rödd þína á jörðinni, að við höfum leiðsögn að ofan. Þakkum fyrir son þinn Jesú Krist sem við alltaf reynum að líkjast. Hjálpa okkur að læra að elska þig, elska son þinn Jesú Krist með öllu hjart okkar. Við elskum þig, Faðir, og við biðjum í nafni Jesú Krists. Amen.
This has been a broadcast of the Saturday afternoon session of the 100. Þetta var útsending síðdegis hluta laugardags 197. fyrir aðalráðstefnu kirkju Jesú Kristi síðardaga heilugu. Ræðumenn voru valdir úr hópi leiðtoga kirkjunnar. Tónlist þessa flutti sameinaður kór frá Brigham Young Háskóla, Idaho. Öllum velkomið að skoða og miðla boðskap þessarar og annara ráðstefna sem finna má á churchofjesuschrist.org. Útsendingu þessa annast Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Hana má nota til einkanota og ekki hagnaðarskyni á heimilum, í fjölskyldum eða í kirkju. Copyright 2026 Intellectual Reserve Incorporated, all rights reserved.